Ég greinilega víbrandi persónuleiki. Verið hjartanlega velkomin til okkar í guðsþjónustu hér í Lindakirkju í kvöld og það var kór Lindakirkju sem söng hér í upphafi og Sigrún Grettisdóttir söng einsönginn svo glæsilega. Ekki bara ágætt að við klöppum fyrir þeim? Þessi upphafssöngur fjallaði heilagan anda. Nú 7. sunnudagur páskatímans sem þýðir í rauninni að við höfum, ef við tókum ekki eftir því, verið að halda upp á páskana núna í 6 vikur. Fagnað upprisu Drottins. En þessi textar í kvöld sem við heyrum horfa með eftirvæntingu fram til hvítasunnunar sem svo næstu helgi, næsta sunnudag. En við skulum núna signa okkur og hefja stundina og biðja saman upphafsbæn. Segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Tökum svo undir í sálmönum. Þú mikli Guð, ert með oss á jörðu. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss.
Drottinn, miskunna þú oss. Skulum við rísa á fætur. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman dýrðarsönginn, þið lofar Faðir líf og önd. Þá skulum við fara okkur sæti og heyra ritningarteksta þessa dag sem eins og áður sagði 7. sunnudagur páskatímans og jafnfram sá síðasti. Og ég les úr spádómsbók Esekíels. Ég mun gera við þá sáttmála þeim til heilla og það skal verða ævarandi sáttmáli við þá. Ég mun fjölga þeim og setja helgidóm minn mitt á meðal þeirra alla framtíð. Bústaður minn verður hjá þeim og ég verð Guð þeirra og þeir verða þjóð mín. Þjóðirnar munu skilja að ég Drottinn sem helgar Ísrael þegar helgidómur minn verður ævinlega á meðal þeirra. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari lesturinn úr fyrra bréfi Péturs postula, þar sem segir: endir allra hluta í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafið brennandi kærleika hvert til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrisin hvert við annað, án þess að mögla. Sérhvert ykkar hefur fengið náðargófu, notið þær og þjónið hvort öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess. Verði Guð svo verksamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hans dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá skulum við syngja saman Halleluja vers og taka vel undir með kórnum. Halleluja, Guð, við lofum þig. Halleluja.
dásamlegt. Og Katrín Valdi sem söng einsöngin. Við þurfum ekki alltaf að klappa. Ég sá það úr sumarinu svona. En jú, gerum það bara, ef ykkur langar til þess. En nú ætla ég að biðja ykkur að rísa á fætur og við skulum heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og það ritar guðspjallamaðurinn Jóhannes. Þar segir Jesús: þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yfir frá föðurnum, sannleiks andinn gengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skuluð einnig vitni bera, því að þér hafið verið með mér frá upphafi. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almennan kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Heilagur
mér þótti það notalegt daginn þegar ég fór ásamt kórnum til Færeyja fyrir 2 vikum síðan að finna að það gerðist það sama og venjulega þegar ég fer til útlanda. Það var svolítið langt leiðið út af Sollu, eins og hjá mörgum. Þá svona hvarflar hugurinn alltaf að fyrstu utanlandsferðinni sem ég fór í. Þegar ég var 8 ára. Þá fór ég með foreldrum mínum í 6 daga til Kaupmannahafnar. Og þegar ég vissi að við værum að fara til Kaupmannahafnar, ég réð mér ekki fyrir spenningi. Ég svaf ekki á næturnar, ég fekk nýjan íþróttagalla, það var allt að gerast. Og ég bara, hvernig getur það verið að ég sé að fara til útlanda í fyrsta sinn? Og ég svona gerði mér alls konar hugmyndir hvernig þetta liti nú út í Danmörku og allt þetta. Og svo þegar ég kom á flugstöðina þá bara var spenningur í hvílíku því ég frétti það að maður frænku mín að vera að fljúga og kannski fengi ég að fara fram í flugstöðnarklefan og ég nötraði af spenningi. Og þetta var svo mikið ævintýri. Þetta var ekki nóg með að ég fengi að fara í flugvél í fyrsta skipti og í fyrsta skipti til útlanda. Það var fyrsta skipti í Rússíbana og í Tívolí og í lest og ég veit ekki hvað. Þetta var bara stórkostlegt ævintýri. Og sem að ég var spenntur fyrir og stóð algjörlega undir væntingum. Og ég nefni þetta atvik vegna þess að ég held að við gleymum stundum eftirvæntingunni í lífinu. Og þar sem við vorum að fljúga til Færeyja þá svona þó að það væri svolítið langt liðið frá því að maður hefði farið síðast, þá var maður bara svona eitthvað nýtt á Facebook, hversu búið að kalla út og maður var svona einhvern veginn svona, been there, done that, afsakið slettuna. Þannig að eftirvæntingi var kannski frekar lítil. Nú það þannig að oft eru hluti settir upp þannig að við megum vænta einhvers, en ég held að sé afskaplega mannlegt að gleyma eftirvæntingunni. Sjáðu til dæmis texta dagsins. Það Esekiel sem það sem segir, ég mun bara setja nýja söfnu eða nýja kirkju eða svoleiðis meðalikar. Pétur, hann talar endatímarnir talar endatímana og svo kemur Jesús og talar hjálparan. Og þetta svona partur af langri ræðu þar sem hann talar hjálparan. Og ég hef oft hugsað, þegar hann sagði þetta vel aðeinsana, við hverju bjuggust þeir? Þegar hann talar hjálparan sem Guð mun senda, bjuggust þeir við kannski mögulega manni, einhverju svona reddara eða svoleiðis eða voru þeir kannski með einhverja væntingar. Nú var hann búinn að segja Jesús var búinn að segja þeim að hann myndi rísa upp á 3. degi, en þeir einhvern veginn voru ekki með væntingar til þess. Þeir földu sig bara og þau voru öll dauðhrædd líf sitt. Þannig að eftirvæntingin eftir því sem að var búið að segja myndi koma, það var ekki til staðar. Og trúlega var hún heldur ekki alveg, þau voru ekki alveg búin að kveikja á því hvað var í gangi með að þegar hann segir að hann skulle senda þeim hjálparan. Og svo að það fær ekki á milli mála, hjálparinn heilagur andi. Næsta sunnudag munum við heyra þá frásögu og vel að merkja. Það eru 3 stórir hátíðisdagar hjá kirkjunni yfir árið. Það eru jólin, það eru páskarnir, þegar við minnumst dauða og upprisu Jesú, og svo það hvítasunnan, þegar við minnumst þess og hugsum það og tökum á móti því að Guð sendi heilagan anda sinn. Ég ætla ekki að tala atburði hvítasunnudagsins, við skulum geyma það fram í næstu viku. Ég ætla að tala hjálparan og eftirvæntinguna. Einu sinni var poppari sem ég hlustaði svolítið mikið á, sem að sagði það í einu textanum sínum að lífið væri leiðinleg leið að leiði. Það að segja að lífið væri í rauninni eins og biðsalur dauðans.
Það ekki sérstaklega jákvætt viðhorf gagnvart lífinu. Það ekki sérstaklega mikil eftirvænting í því. Ekki nema bara kannski eftirvænting hvenær verður þetta búið. Ef að lífið virkilega leiðilega leiði. En hjálparinn og það sem að Jesús talar inn í framtíðina, hann setur hug okkar inn á þessa eftirvæntingu. Og hún hér og nú. Heilagur andi kom yfir lærisveinana og það voru stór merki. Þeir fóru að tala tungum. Nú ég fann að gera það sem ég ætlaði ekki að gera. Og tungan það svolítið merkilegt að Guð hafi akkurat látið heilagan anda koma þessu til leiðar á hvítasunnudag, því að tungan svolítið svona tvísýnt tæki, eins og segir í Jakobsbréfi. Hún getur bæði lofað og lastað. En þarna töluðu þeir tungum sem voru öllum til góðs. Og það að þeir gerðu það merkir að það eiga allar þjóðir að heyra fagnaðarerindið. En heilagur andi, það ekki eitthvað svona mjög svona fjarr okkur og skrítið og nánast svona eitthvað sem óþægilegt að tala og pínu svona hálfgert hókus pókus og kannski hvítasunnuhátíðin svona erfið viðfangs til að halda upp á, því að það svona, þetta ekki svona hönd á festandi. Það var ekki barn sem fæddist, það var ekki maður sem hékk á krossi og reis frá dauðum, heldur gerðist eitthvað sem að við bara fyllumst kannski undrun yfir að lesa frásöguna. En heilagur andi þýðir að Guð ekki bara með okkur, hann í okkur. Og stundum getum við fundið það raunverulega á líkamanum okkar. Það ekki bara orðin tóm. Það getur verið bara mjög hversdagslegt. Til dæmis með jólin, sem var nú eitt af mínum stóru eftirvæntinga þáttum í bernsku. Það ekki bara þetta með svona að kýla vömbina og allt þetta og opna pakkana, heldur þegar ef við kannast við svona sannan jólafrið sem maður finnur, það verk heilags anda, trúi ég. Og ég hef svo oft fundið það þegar fólk kemur til mín á skrifstofuna og spjalla við mig og ég segi, ef við að ljúka samtalinu og að biðja saman. Og svo biðjum við saman og þá kemur svo oft, þetta var gott. Það snerting heilags anda. Hann hversdagslegur. Guð Guð með okkur. Guð Guð hversdagsins. Og þess vegna þykir mér svo vænt þetta. Þetta ekki lag til þig, Óskar? Það ekki til þig? Útsendingin, góð útsending. En mér svo fallegt hérna, þín handlegslega sönn í hversdagsins önn. Og það nákvæmlega þetta sem við þurfum að ganga fram í, að við skiptum öll máli. Og bænirnar okkar, það skipta máli. Að við þjónum hvort öðru til dæmis með að biðja. Og að við höfum opin augu fyrir því og séum í eftirvæntingunum með því, hvað Guð að gera í mínu lífi? Hvað get ég gert? Hvað vill Guð að ég geri? Hvernig get ég hjálpað og verið öðrum til aðstoðar? Það handleiðslan í hversdeginum. Jólin þýða Guð með okkur. Páskarnir merkja Guð fyrir okkur. Guð gaf sig fyrir okkur. Hvítasunnan merkir Guð í okkur. Svo elskaði Guð heiminn. Hann gerðist einn af okkur, gaf sjálfan sig fyrir okkur og í okkur, með okkur alla daga
og þráir að við lifum í þessari eftirvæntingu, því lífið ævintýri eins og Kaupmannahöfnarferð. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Kór Lindakirkju og Andrea Bóel Bæringsdóttir söng. Ég verði að segja ykkur það sem ég hugsaði með að voru að syngja. Kór Lindakirkju svona svolítið eins og gamli Nokia 3310 síminn. Nú verði ég að útskýra. Mér datt þetta í hug út að ég þekki mann sem átti gamla Nokia 3310 og hann var að tala einu sinni við mann í útlöndum og missir símann og hann fer bara í marga mola. Og þetta var svo mikilvægt símtal og hann svona byrjar að púsla símanum saman og svo heyrir hann í einu brotinu. Halló, já, halló, heyrðu. Og svo bara hélt símtalið áfram. Þetta ekki nema brot af kórnum, en þau syngja alltaf bara stórkostlega. Það alveg sama hvað hoggið af, sko. Þetta alltaf pottþétt. Bara dásamlegt,
hvílíkt forréttindi að fá að vera með þessu fólki hérna. Og svo Palli líka, gefum honum gott klapp. Og Óskar, þú má fá líka. Nú ætlum við að eiga saman bænastund og syngja bænasönginn Jesús í nefni þitt. Svo ljúkum við bænastundin á því að biðja saman Faðir vor, en ég vil endilega benda ykkur á ljósa altarið, bænaaltarið þarna aftast í kirkjunni, þar sem má kveikja á ljósi fyrir einhverju bænarefni okkar. Og eins skrifaðu á miða ef við viljum láta biðja fyrir því hér á bænastundunum á 50 sem klukkan 9 og allir eru velkomnir á. En við skulum nota þessa stund til þess að leyfa Guð að tala til okkar og tala við Guð í söng eða með orðum í hug okkar. Drottinn, við þökkum þér fyrir raunverulega nálægð þína. Þökkum þér fyrir fyrirheitið. Þú sendir okkur hjálparann. Mér langar til að biðja með orðunum sem við voru sungið hér áðan, heilagur andi, huggari minn, hjálpa mér í dag. Þín handleiðsla sönn í hversdagsins önn skjöldur og hlíf og þér skal ég því fela allt mitt líf. Við felum þér okkur sjálf, áhyggjur okkar og gleði. Þú þekkir það allt og mætir okkur þar. Drottinn, viltu skapa gleði í hjörtum okkar og eftirvæntingu. Því lífið sem þú gefur ævintýr. Við felum þér allar bænirnar okkar í bænina sem þú kenndir og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag oss daglegt brauð
og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin. Amen. Amen. Rísum á fætur og þykjum blessa Drottins. Drottin blessi þig og varviti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Það alltaf svolítið vandræði hérna þegar svona fallegt veður á vorin og við eigum svona langa daga og sést eiginlega engin texti á veggnum. Þess vegna var ég afskaplega þakkláttur fyrir þetta hitamistur sem lagðist hérna yfir á hann. Og svona, þannig að við gátum greint textan allavega og nú má sólin koma aftur. Þetta var bara alveg passlegt. Þakka ykkur. Já, það má ekki glemma því. Það stór viðburður hérna 12. júní. Endilega mæta á hvítasunnudag, en svo 12. júní, þá verðum við með bara mjög þekktar country-stjörnur frá Bandaríkjunum hér með okkur í messunni. Þannig að það country-hátíð sem að Axel Ó, söngvari og hérna country-tólistamaður stendur fyrir í Bæjarbíói og við fáum að njóta þess að fá hérna dásalegt fólk hérna til okkar 12. júní og ætlum að vera með svona country guðsþjónustu. Ég ætla ekki að mæta með hatt, en það að tekin margir fallegi sálmar og sem við þekkjum og Sara Hobbs og svo verður einn besti stílgítarleikari í heimi verður hérna. Nákvæmlega. Míló. Já, stílgítar sem sagt, þetta sem að liggur hérna og þetta besti stílgítarleikari í heimi. Það var hvorki meira en minna. Þá vitið þið það. Og Kóri Lindakirkju mætir að sjálfsögðu. Og Kóri Lindakirkju. Kóri Lindakirkju að sjálfsögðu. Og Óskar, Palli verður þú ekki líka? Já. Og hérna. En bara þakku fyrir kvöld og farið í friði, þjóni Drottni með gleði. Þetta var lúalegt maður. Hvernig á ég að taka mark á þessu? Farið í friði og þjóni Drottni með gleði. Já, ég það. Það var eftirvænting í þessu. Takk fyrir. Við skulum bara setjast og njóta þess að heyra hér helgur andi kom þú. Og það þýðing hennar Kittyar hérna sem í kórnum. Mjög fallegt.